En hvað hefur komið fyrir, Lúlli? Þú búin að missa þér af framtönnina? Já. Dastu eða hvað? Nei, bara datt. Já, þá ertu að fá fullorðinstönn bráðum. Ég ætla að vona að koma eitthvað í staðinn. Ég ætla ekki að vera tannlaus. Ekki alveg. Ég get ekki flautað og ekki neitt. Svo fáum við líka gesti frá tónlistarskóla Seltjarnarnes. Þetta er Helgi Hrafn. Hæ. Og eftir koma aðrir 2 strákar og hver þeirra kemur með hljóðfæri sitt. En ég verð nú bara að biðja þig, Lúlli minn, að hringja 6 sinnum því að nú er stundin okkar byrjuð svo allir viti það. Alveg endilega. Og Grímur hefur ekki mætt í dag. Já. Og við teljum saman, Helgi. Tilbúin? Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fínt. Segðu okkur svolítið frá hljóðfærinu þínu. Hvað heitir það? Þetta er málbrotsljóðfæri sem heitir básúna. Já. Básúna, ég held að þetta er blásúna. Á ekki að blási í dag? Lúlli. Svona lætur hann alltaf. Er ekki erfitt að spila á básúnu? Svolítið fyrst kannski. Já. Hvenær byrjaðu að læra? Ég byrjaði að læra hérna í haust. Og ertu strax farin að geta spila lög? Og svona stuttan tíma? Já, þessi léttustu. Svona duglegur. Hvað heitir kennarinn? Skarphéðinn Eiríksson. Skarphéðinn? Á, ég man eftir honum. Hefurðu lært í honum? Já, hann kendi mér á blokkflötu. Já. En sýndu okkur nú hvernig þú myndar tónin. Ég mynda með því að purra svona í þetta hér. Svo fer hann hér og fullri ferð. Hér inn í rörin og svo hér útum. Já. Vá, alla þessa leið. En hvernig breytirðu tóninu? Nú eru engin takkar til þess að ýta á básúnunni. Hvernig breytirðu tóni? Með því að lengi leiðina fyrir tóninum. Já. Þá tóka maður þetta svona út. Veitir. Þá lengist leiðin, þá fer hann alltaf lengra og lengra. Þá dýpist það. Já. Þú er bara erfiðar að fara fyrir tóni. Ætlar ekki að spila fyrir okkur lag? Jú. Hvaða lag ætlar að spila? Krummi sváfi klettagjá. En býttu aðeins, Helgi Hrafn. Áður en að þú byrjar að spila, þá ætlum við Lúlli. Þú ætlar að hjálpa mér að kynna í dag, er það ekki? Jú. Já. Fyrsta atriði sem við fáum að sjá, það er söngur. Það er söngur, já. Og það er hún töfragluggakona. Já. Hvað heitir hún aftur? Árný Jóhannsdóttir. Árný, já. Hún ætlar að syngja fyrir okkur. Já. Og manstu lagið sem hún ætlar að syngja? Komdu niður, sagði pabbi, komdu niður, sagði af og pabbi. Já, ekki alveg rétt en það er sama. Og á hljómborðið spilar hann Ívar Halldórsson. Já. En áður en við sjáum Árníu og Ívar, þá spilar þú fyrir okkur Helgi Hrafn. Krakka, nú ætla ég að syngja fyrir ykkur lag svolítið skrýtna stelpu. Lagið heitir Komdu niður og þessi stelpa, hún var svolítið feimin þegar hún var lítil og þá bara, ef komu gestir þá fór hún upp á hlöðurloft og svo hendist hún upp á skólaþak. En vitið þið hvað hún ætlaði að gera þegar hún yrði stór? Þá ætlaði hún að fara alla leið upp í tunglið. Já, og ammennar og mamma og pabbi voru alltaf að kalla í henni að koma niður og þið ætlaði að hjálpa mér að syngja það þegar kemur að því í laginu. Ætlaði að gera það? Já. Þegar ég var lítil var ég voða feimin oft og væri einhver ókunnugur skust ég upp á loft. En ef að ég var úti þegar gestagarði bar, þá hendist upp á hlöðupust og settist niður þar. Komdu niður, hvað hún amma, komdu niður, sögðu pappa og mamma. Komdu niður, komdu niður, komdu niður, sungu öll í kór. Svo stækkaði ég meira og þá var ég voða kát. Og verslingspabba og mömmu ég setti hreint í mát. Ég plístraði og hendist yfir hvað sem fyrir varð og hendist upp á skólaþak og settist niður þar. Komdu niður, hvað hún amma, komdu niður, sögðu pappa og mamma. Komdu niður, komdu niður, komdu
kór. Og seinna verð ég stærri og það verður gaman þá. Og víst það að margir fái þá til mín að sjá. Þá ætla ég nú upp í tunglið strax að fá mér far og finna karlinn skrýtna sem að ávist heima þar. Komdu niður, hvað hún amma, komdu niður, sögðu papp og mamma. Komdu niður, komdu niður, komdu niður, sungu öll í kór. Komdu niður, hvað hún amma, komdu niður, sögðu papp og mamma. Komdu niður, komdu niður, komdu niður, sungu öll í kór. Áðan, þá sýndi hann Helgi Hrafn okkur básúnu. En nú Jóel Friðriksson komið til okkar. Velkomin, Jóel. Takk. Og hvað heitir þitt hljóðfæri? Kornett. Kornett? Mér finnst þetta bara alveg svo trompett. Þau eru mjög lík. Já. En hver munurinn? Er trompetið aðeins stærra? Já. En þetta ekki svo blásúnan áðan. Eins og blásúnan, heyrðu hvað? Já, básúnan, Alveg gleymdu þessu rétt. alltaf. Það eru takkar á þessu hljóðfæri. Já. Á bara að ýta á þá. Já, þá hækkar og lækkar maður tóninn. Já, það munurinn frá básúninni. Það er engin takkar á básúninni. En þarna ertu með 3 takkar sem mynda tóninn og breyta tóninu réttara sagt. Já. En hvernig myndar þú tóninn? Ég purra svo nýtt og þá fer þetta út bjölluna. Já, þá fer það hringinn þannig alveg hreint með. Er erfitt að spila kornett? Bara fyrst þegar maður að byrja að læra það, svo verður það bara létt. Já, En það eru bara 3 takkar á þessu. Já. Eru það bara 3 tónar? Nei, svo breytir maður líka tóninn með því að herpa svona hökun og þá hækkar tóninn. Já. Ekki ofsalega held ég sé gaman að spila á þetta. Hvað ertu búin að læra lengi, Jóel? Í 1,5 ár. Í 1,5 ár. Finnst þér ekki gaman að spila á þetta hljóðfæri? Jú, ofsalega. Ertu í lúðrasveit líka? Já. Er það lúðrasveit Seltjarnarnes, tónlistarskóla Seltjarnarnes? Það eru sko 2 lúðrasveitur, ég í minni lúðrasveitinni. Já. Og kennarinn þinn, er það ekki Skarphéðinn líka? Jú. Veistu það, Helga? Já. Einu sinni var ég með svona sveit. Varst þú? Já, Og stjórnaðurðu? Það var lúllasveit. Lúll. En hvaða lag ætlar að spila fyrir okkur, Jóel? Ég vil spila Meistari Jakob. Já, það er svo skemmtilegt. Ég kann það. En áður en Jan Jóel spila fyrir okkur, þá ætlum ég að kynna, við Lúlli ætlum að kynna næsta atriði. Við fáum hérna leikhópinn Perluna. Já, ég þekki þau. Já, er það ekki? Jú, þau eru búin að starfa undir lengi, það ekki, Þau Helga? eru búin að starfa í 13 ár. Nei, Og þau ætla að sýna okkur 7 ár, Helga. 7 ár? 7 Já, ár. 7 ár, alveg rétt, já, Lúlli minn. En það eru 13 sem Ég leika. rugglaðist, já, það eru 13 leikarar í hópnum. En þau ætla að sýna okkur ævintýraleikinn Sólin og vindurinn. Já, og veistu það, Helga? Þau hafa meira sér að fara með þetta leikið til útlanda. Já, er það? Já, þau eru heimsfræg. Þau eru orðin heimsfræg. En þessi leikur, það eru 7 leikarar sem að leika í Sólinni og vindinum og leikstjóri og höfundur látbragðsleiksins er Sigríður Eyþórsdóttir. Ég þekki hana líka. Já, hún stofnaði þennan leikhóp. Einmitt. Alveg rétt. En ætlar núna að spila fyrir okkur, Jóel? Já. vindurinn. Ég er vindurinn. Ég er vindurinn. Ég er sólinn. Ég er sólgeisslinn. Ég er sólgeisli. Og hvað ég er sterkur. Ég er sterkari en sólin.
Skelliðu kæri vindur, ég sterkari en þú. Við skulum komast á raunum það. Sáðu mann. Hann í svörtum frakka. Já, ég sé hann. Við skulum sjá hvort okkur getur komið manninum úr frakkanum. Þá getur þú Skelli bara að byrja. Og komið þokk. Farðu úr frakkanum. Mikael, ég vildi til með flöggum. Jæja, svo, ef ég get ekki blásið manninum á frakkanum, þetta bara von ljósarnir skína hann úr honum. Sjá nú til. Mér ekki gæti lengur, þetta skil ekki á. Við sem kvöldið veitur, þá komið að bleiti heitt. Þið fáið flöggum. Hann fór úr frakkanum! Hann fór úr frakkanum! Sáðu svona, maður verður úr frakkanum vindi. Þetta verður afstækka á fleiri en einn veg. Hvað heitir þú? Þórður Bjarki Þórður Bjarki og hvers son ertu? Arnarsson. Þórður Bjarki Arnarsson. Vissur það að fyrir 3 mánuðum síðan þá sá ég þig og þá varstu ekki byrjað að spila á þetta hljóðfæri. En þá var ég á horni. Varstu á horni? Já. Hvað, er það einhver bæri eða hvað? Nei, Lúlli lætur alltaf svona. En hvað ertu með núna? þetta er túba. Þetta er túba. Límtúba? Nei. Þetta er ekkert smá hljóðfæri. Svo stórt. Er ekki erfitt að spila á túbu? Nei. Ekki? Það er svo erfitt að halda á þessu. Nei. Hvernig gerir maður? Maður bara heldur þessu svona. Uppi. Já. Og það eru takkar að þessu líka? Já. Og fer tónninn sömu leið og í hinum hljóðfærunum? Nei, kannski aðeins lengra. Miklu lengra. Er ekki svolítið erfitt að mynda tóninn? Nei. Á maður að burra svona eins og í hinum? Já. Já. Og ertu bara búin að læra á túbu í 3 mánuði? Já. Og nær samt alveg lagið? Já. Já. Új, veistu þetta Helga? Já. Ég er sem að fara að læra á svona límtúbu. Á svona límtúbu? Já. Ég er bara svo hægt að maður festist við hana. Þú eru þá bara að fara í tónlistaskóla, Hjá honum Skarphéðni. Þið eru allir hjá Skarphéðni, strákarnir? Já. Já. Út af Seltjarnarnesi. Já. Heiðu, hvað ætlað þú að spila fyrir okkur? Það er að spila ABCD. ABCD. Ég kann þetta. En við ætlum að kynna við Lúlli. Lúlli heiti ég. Lúlli heitirðu. Lúðvík. Að næsta atriði sem við fáum að sjá, það er brúðuleikrit. Og manstu hvað það heitir? Brúðuleikriti? Já. Það man ég ekki. Manstu það ekki? Nei. Ástralía. Ástralía? Já. Við höfum stundum sýnt brúðuleikrit löndin. Við erum búin að sýna Ísland, Mexíkó, Suðurpólinn og næsta leikrit heitir Ástralía. Það er Ástralíu. Og kengúrur. Hvað vitið þið Ástralíu, strákar? Það eru kengúrur þar. Já. Og hvaða fleiri dýr? Nei, ég veit það ekki. Krókódílar. Eðlur. Eðlur. Það er mörg sérkennileg dýr í Ástralíu. Jæja, en nú skulum við hlusta á að Þórð Bjarka spila. Ó, hvað er spennandi. Já.
rosalega var þetta flott. Vissur það Helga, Glæsilegt. að þegar hann var að spila, Já. þá titraði mér maginn. Það var svona hrifinn. Nei, það var svo djúpi tónarnir. Já. Komið sæl, krakkar. Vitið hver ég er? Tjá, auðvitað sjáið það. Hvað eiginlega að mér? Þetta allt saman sem þið sjáið hérna landið mitt. Trén, sandurinn, himininn, fjöllin og bara allt. Það ekki fallegt? Landið mitt heitir Ástralía. Mér líður svo vel í hitanum. Ég gæti bókstaflega leiðilegt allan daginn. En mér finnst voða gaman að leika mér. Mér vantar bara góðan leikfélaga. Viljið þið kannski leika við mig? En eitt ætla ég að segja ykkur. Það sko ekki gaman þegar stóru hættulegu dýrin að elta mig. Eins og til dæmis ljónið, slangan og ég tali nú ekki sportrekan. En ég alveg ofsalega fljót að hlaupa og ég líka ansi klók að finna felustæði. Ég eðla létt og liðug í landi hlýju Ástralíu. Ég bæði snjöll og sniðug og snákar mega vara sig og snákar mega sko vara sig. Önnur dýr þó að mér sækja, ýmist fljúa eða smjúa. Áður þau í koll minn krækja, ég klók þá að fela mig. Ég klók þá að fela mig. Þarna gamla gúmítréð að vakna. Ég ætla að kitla það. Digga, digga, digga. Digga, digga. Hver að kitla mig í stofnin minn? Það bara ég, eðlan. Heyrðu. Hvað ertu gamalt, tré? Ég svo gamalt, ég bara veit það ekki einu sinni. Alveg eins og álfan okkar, hún Ástralía. Hún elsta landið í heiminum. Og hér búa margar ævafornar og sérkennilega dýrategundir. Hlustum bara vel á. Ég gamalt gúmítré, gleymt mér hafa flestir. Enginn græddi á mér fé, enda lét ég fátt í té. Menn eru ekki jarðarbúa bestir. Veistu, gamla gúmítré, ég ætla að fá mér smá lúr hérna í skugganum hjá þér. Já, maður fáið sér ekki bara smá lúr líka þá. Flestir sjálfsagt vitið, ég kengúra kölluð. Eða pokadýr. Kynjaskepna þyki, en alveg sam mér. Sem mér líka. Þið megið ekki halda að á maga sé ég gölluð. Ekki bara ég? Því munið að í poka ég unga lítinn ber. Krakkar, sjáuð þið hvað hann laglegur litli unginn minn? Nó, ég ekkert laglegur, mamma. Ég vil fara úr pokanum. Og víst ertu laglegur og þú ferð ekki fet úr pokanum. Þið ættu bara að vita, krakka mínir, hvað það er þægilegt að hafa pokan þann arna. Svona það. Við pokadýrin berum börnin okkar í pokanum. Aparnir bera börnin sín oftast á bakinu og kísur og hundar bera þau í kjaftinum. En foreldrar ykkar bera... ekki mömmu krakkana líka með svona poka, mamma? Óttalegur kján ertu, unginn minn. Mamma, já, mér leiðist í pokanum. Ég vil hoppa, hlaupa og stoppa. Hér í poka fúlt að vera. Vel ég gæti, öðrum fæti, stíið yfir og stokki svo. Uss, krakkar, uss, ekki
ekki segja mömmu hvar ég er. Ó, hvað hann syngur vel, litli unginn minn. Ha? Hvað var það af honum? Hvar ertu, ungi? Svona, gefðu því ljós. Sjáðu, gúmítré. Hvað er að gerast? Einhver skepna er að skokka þarna og skyggir næstum á himininn. En hugsun fljót mér til hjálpar verður. Ég hlýt að sleppa í þetta sinn. Já, komdu hingað, mín kæra vina. Ég kannski smugu finn handa þér. Sjaldan ég fæ orðið góða gesti. Gaman viltu búa stund hjá mér. Æ, hvar getur unginn minn verið? Hafið þið nokkuð séð hann, krakkar mínir? Æ, hvert fórstu óþekktar ormur? Þú áttir að vera hér kyrr. Þó hvar vegna hætturnar leynist, þá hugsa börn annað en fyrr. Nú ég leita, því langt fór hann varla á burt. Kannski get ég gamla tréð fyrst hann spurt. Hefur þú nokkuð séð ungan minn, gamla gúmítré? Ég finn hann hvergi nokkuð staðar. Ha? Ungan þinn? Nei, er hann kannski þarna upp á Hanabjálka hjá mér? Nei, þetta er ég, sæl kengúrupokadýr. Þú ættir að vita hvað ég hef gott útsýni. Ég sé út víðan völl. Heyrðu, Eðla, sérðu þá ekki ungan minn? Ha? Býtu við? Já? Nei, ekki þarna. Æ. Og ekki þarna. Nú? Býtu, já, býtu. Þarna kemur hann. Nei, þetta er ekki hann. Æ, mikil er mín mæða. Hæ, hó, ég er hérna. Ó, mamma, verð ekki mætt í framan, því margt í veröld ég betur skil. Ég leik við Eðlu, það er svo gaman, ég aldrei meir í pokan vil. Ó, nei. Hæ, óskup er ég fegin að finna þig, ungi litli. Svona, komdu nú í pokan hennar mömmu. Svona. Æ, nei, mamma, ég nenni því ekki. Ég vil heldur leika mér. Herðu, Eðla, viltu vera vinur minn? Reyndu að finna mig. Já, hvar ertu? Hvar ertu eiginlega? Ég er hérna og þú nær mér aldrei. Þú nær mér aldrei. Víst, ég skal ná þér. Vítu bara. Þarna náði ég þér. Svona, fariði nú varlega og passið að detta ekki úr trénu. Já, þetta er ungt og leikur sér. Létti skap því loksins verður líf og fjör í kringum mig. Já, við alltaf skulum þig hugsa og vernda þig. Já, við alltaf skulum þig hugsa og vernda þig. Það er svo gott að eiga vini. Já, og það er svo gott að eiga heima í henni Ástralíu. Já, það finnst mér líka, mamma. Nú ætlar hann Lúlli að spila fyrir okkur. Er það ekki, Lúlli? Jú, og þetta er nýtt íslenskt verk og frumsamið eftir mig. Jæja, ég hjálpa þér. Tilbúin. Og... Gera aftur. Strákarnir verða nú alveg hissa á þessu. Æ, ég held ég verði bara að fara í tónlistarskólan. Já, þú verður að læra þetta betur. En þá er stundin okkar lokið í dag og við hittumst aftur næsta sunnudag á sama tíma. Og við þökkum strákunum innilega. Jæja, Lilli minn. Já? Nú hérna.